Drífðu þig út hvernig sem viðrar. So on. Já, þarna er mætti tveir höfðingjar. Það er annars vegar Eldur frá Torfunesi, 13 metra gamall, og Sigurbjörn Bárðarsson. Já, og hins vegar Nekas frá Seilu, 8 metra gamall, og Arnar Bjarki Sigurðarsson. Nú, Nekas frá Seilu, hann er undan Arjón frá Eystra-Flóðholti og Eldur frá Vindheimum. Þetta er klárhestur úr reglum Halldórs Sturlusonar. Hann er notið 8,02 fyrir sköpulag og 8,06 fyrir hæfileika. Þar er hest 9 fyrir tört og 4 fyrir leið. Klárhestur með fyrstu verðum í aðaleiknum, 8,04. Já, svo við kynnum Eld frá Torfunesi. Hann eins og áður sagði, 13 metra gamall. Faðir hans er Máttur frá Torfunesi og móðir er gæðingamóðurinn Elding frá Torfunesi. Hann hefur hljómið fyrir sköpuð 8,61, þar sem hæst er einhverjum 10 fyrir brúðleika og fyrir hæfileika hefur hann hljómið 8,59, þar af 9,5 fyrir brokk, 9 fyrir tört, 9 geðsla, 4 fyrir reið og í aðalengun hefur hann hljómið 8,60. Og Eldur er ekki bara góður sjálfur, heldur hefur hann verið að sanna sig vel sem kynbótahestur og fer að því bara góð orð af hans afkvæmum og segir í umsögn úr afkvæmadómi að Eldur gefur hlutvakarlegt hross og meðalvæga stærð með svip og höfuð. Hálsinn er mjúkur við háar herðar og lendin er ögn. Fótagerðin er afar sterkt byggð, fæturnir eru þurrir með öfluga sinar en nágengir aftan. Hóar eru vel formaðir og afkvæmur eru prúð og flaks og tagl. Eldur gefur geðgróf, geðþekkt, þjál og mjúkgeng reiðhross með taktfritt tört og brokk. Skeiðið er taktfritt og örugg síðan fyrir hendi. Afkvæmur fara vel í reið með góðum höfuðböri. Og hann er á blaðsíðu, allar auglýsingar Eldur á blaðsíðu 25 og meðal annars Þórkunnarstaði. Já, og svo er það Nekas frá Seilu sem fer hér ræsir á hægu tölti inn í skjaldlið. Nafni eins og áður segir Arnar Bjarki Sigurðarsson. Nekas verður staðsettur í árlega síðustu sumar og það er eigandi ræktarmann hestsins Halldór Sturluson sem var veitir upplýsingar notkun og hann er á blaðsíðu 191 í bókinni og er eins og áður segir fyrstu verðna klárastur undan Arjón frá Eystra-Flóðholti og Eldur frá Vindheimum. Nú og þetta má ekki gleyma því að þessir félagar hér, þetta eru nú landsliðsþjálfarar okkar, þeir Arnar Bjarki og Sigurbjörn. Sigurbjörn aðalþjálfari landsliðsins og Arnar Bjarki aðstoðarþjálfari. Ég sá það, Diddi var aðeins að tísla Arnar Bjarki þegar fór þetta framhjá. Hvað er það að gera? Aðeins að segja til. Já, þarna fara þeir út á brautina, en Eldur verður að hlausi í Flóa fram til 20. júní og eftir það hjá samtökum Vestur Húnvendinga. Þetta er allar þessar upplýsingar eru blaðsíðu 25 eins og áður sagði. Gott að geta gluggað í bókina þegar maður er komin heim og það er aðeins að lesa þetta yfir og taka ákvarðanir. Heldur betur eins og áður segir að þá er það æskulýðsnefnd Fáks sem að sér sölu á bókinni
og sé ég að þau fara hér á brekkurnar og bjóða fólki og byrja að taka þeim vel. Þetta fyrir ákvæmlega að sluta til Eskifjarðar Fox. En Egas frá Seylu kemur hér sínu lokaferð á beinubrautinni með 9 öll kynbótadómi. Mér eru marga flöður síðan þar í flestum flóðótti. Já, þannig kemur ynglishesturinn Ergur frá Torfarnesi. Sigurbjörn Pálmarsson. Þarna er rót að segja að Faxi flaksast til. Þetta hesturinn með 10 fyrir brúleika. Hafið þakk fyrir þetta, drengir. Og